Já, við höldum áfram hérna við rauðaborðið. Nú komið að því að tala við tvo blaðamenn, Sigtryggur Ari Jóhannsson og Gunnhildur Arna Gunnarsdóttir. Verið bæði velkomin. Já, takk fyrir. Við þekkjumst nú öll vel, við höfum unnið saman. Já, ég var einmitt að hugsa að það eru 20 ár síðan og ég hef svona alltaf lifað svolítið eftir mottói sem þú kemdi mér á Fréttablaðinu fyrir 20 árum og hérna þá varst þú á mínum aldri og hérna varst að segja að það er svo mikilvægt að vera innan ungt fólk og halda huganum opnum. Veist, og hérna og ég hef alltaf hugsað þetta því að maður er á það til að þrengja svolítið heiminn sinn og nú er ég að opna hugan og gera breytingar hjá mér og skipta vinnur og svona. Já, fyrir 20 árum var ég 50, þannig að ég veit það. Þetta passar. Eins og við. Þetta er eins og við. Þetta er hérna, ekki ég, samt. Já, þetta var samt sko mjög gott að hlusta á yngra fólk koma og er ekki alveg sammálað en við erum ekki að segja það beint samt, bara leifa þið að tala áfram sko, svo kemur alltaf eitthvað og svo var þetta bara fín samvinna. Það var það bara. Já. Er það ekki annars? Þetta voru bara góði tímar hjá mér. Ég var nú svona ekkert endilega alveg ákveðin hvað ég ætlaði að gera á þessum vettvangi fjölmiðlana á þessum tíma, var hann aðeins að koma að fara en slípaðist inn í þetta og við áttum eftir að vinna lengi saman ég og þú sko og það var bara farsælt sko. Ég er bara varla hættur í þessu þó að Fréttablaðið hafa ákveðið að það gefast upp. Já, það náðus ekki. Það hefur bara fækkað rosalega á fjölmiðlamarkaðnum og svona fjölbreytnin hún er að minnka mikið og þetta er ekki alveg gott mál. Nei. Það er mjög ofsalega leiðileg stað að vera bara með eitt dagblað og þó að dagblöð séu nú kannski heyri sögunni til raunverulega þá er þetta var, mér þótti þetta algjörlega ástæðulaust að láta Fréttablaðið fara þessa leið sem það fór. Já. Og hérna óþægilegt að vera bara með eitt svona miðil hérna. Það fjaraði hratt undan í lokin, þetta var náttúrulega blómaskeiðið þegar við vorum að það. Já, og maður vill alveg gjarnan að sé einhver þróun á fjölmiðlamarkaði og maður er alveg tilbúin að sleppa pappírnum og allt þetta en sjá þá eitthvað komi í staðinn og það hefur ekkert komið í staðinn þannig að bara fjölmiðlafólki og blaðamönnum fækkar og við erum að sjá bara svona öðruvísi fréttamennsku eða kannski minni eftirfylgni á málum og alls konar svona sem er núna með við hvað var. En það er hérna Kristján sonur minn sem var ff7.is sem var túristi, hann var á einhverju svona fjölþjóða ráðstefnu og þar voru svona tala netmiðla en þar talar enginn ókeypis. Eins og hérna MBL og Vísin á eitthvað 100.000 á dag eitthvað, það er enginn að pæli því. Það er bara, hver vil kaupa það sem þetta skrifa, sko, ekki hitt, það er bara mikið gagns minna sko. Já, náttúrulega það er alveg algjörlega nauðsynlegt að finna leiðina til að fjármagna þetta því að það hefur ekkert minnkað eftirspurn eftir fréttum eða ljósmyndum eða eitthvað ég fór náttúrulega að vinna svo við ljósmyndavinnuna aðalega það er ekki búið að finna upp neina sérstakar leið til þess að borga fyrir fréttamyndir hérna á Íslandi í dag sko. En Þórður Snær er að reyna nýtt svona sem er spennandi að sjá hvernig verður og Heimildin hefur náttúrulega reynt þetta og Heimildin hefur náttúrulega er í áskrift og nær ekki alveg þessu flugi sem maður vil sjá í íslensku samfélagi þarna er alveg vönduð bara fréttamennska, marganhátt en nær einhvern veginn ekki í flugi sem maður myndi vilja sjá. Hástafurinn er samstöðun, krakkar. Já, ég fann ekki með hana. Við erum þar. Sko, byrjum aðeins að tala um pólitíkina. Það er þetta er náttúrulega þessi skoðanakönnun sem kom í gær, er alveg bara bylmingshögg á Sjálfstæðisflokkinn. Já. Það er bara sko, og náttúrulega grínast hérna sko, 13,7 var það sem að Davíð fekk í forsetaframboðinu. Já. Þeir komu undir það, þetta er eitthvað sem að engan óræði fyrir ekki svo lengur síðan. Já. Með stefnu sem að ætti í rauninni að ná til svo margra en gerir það ekki undir þessum hatti í dag, Sjálfstæðisflokknum og núna er verið að tala hver getur tekið við að Bjarnason og það er hver konan nefnd og maður hugsa það er komin svona tími á þrifkonuna konan sem á að taka til og laga og svona og það kannski er þá tímabil sem var í einhvern x tíma og svo eru aftur skipt út einhverjum jakkafattakalli eða skipt inn á og maður svona velti fyrir sig hver gæti þessi kona verið og núna er einhvern veginn umræðan að enginn sé nógu góð og það er einhvern veginn líka umræða sem að konur lenda oft í og ég veit það ekki, ég hef svo sem enga sterkar skoðunar hver ætti að leiða svona flokk en maður þarf ekki annað en að sjá einhverja flotta mynd og maður, gæti ekki engið,
gæti gengið, af því að það eiginlega þannig að það gæti allt gengið betur en eins og þetta í dag. Já. Við vorum að tala um þetta bræðurnir áðan, ég og Smári, við vorum að tala um að sko, og við vorum sammála það að sko Þórdís Kolbrún náttúrulega stór hluti af fórestunni. Já. Það ekkert sko, að hún tæki við væri engin breytingi sjálf, eða lítil breytingi sjálfur sér, því að Nei. Þau eru búin að fara bara hönd í mörg ár. Já, og Guðrún Hafsteins líka hefur svona nánast tekið að sér að sjá hörðumálin hana, sko. Já. Og svo notaður Brynjar alltaf að senda hann svona geltandi hingað á þangað þegar þarf, sko. Já. Já, hann hefur svolítið sagt sér bara úr því hlutverki núna. Já, akkurat, sko. En nei, allt þetta fólk sem þarna eru fulltrúar þessara stefnu sem að að mælast svona dapurlega, sko. Okkur er gengið mjög illa í sín Egils á sunnudögum að fá svona fórstu fólk úr til þessu sjálfstæðarflokki. Áslaugu Arna kom. Já. Og hún var í bannastuði hérna, sko. Hún svona svaraði öllu sem við bindum að henni. Alltaf hress. Já, og hann verið að segja, hún kannski bara skást að þessu, eða segjum best að þessu. Já, hún allavega leiðtogi, það alveg ljóst. En það spurning hvort að hún nái til massans eða hvort að hún nái svona að skapa sig þá stöðu að vera talin fersk. Þótt hún sé svona rosalega ung að þá hún náttúrulega hluti af þessum þingflokki og búin að vera og hefur kannski ekki tekið, þótt hún sé í mörgum frábærum málum í nýsköpunum þá kannski það sem hefur fengið mesta athygli að setja áfengi í verslanir og eitthvað svona sem kannski léttvægt í stöðu samfélagsins eins og hún í dag. Hún náttúrulega setti af rannsóknarstofnun byggingariðnaðarins, miklu rannsóknirnar og þetta, sem var alveg galið að gera. Sko, ekki sjálfstæðisflokkurinn náttúrulega svona, eða var, kannski hann bara hverfa, var svona einhver svona breiðfylking og þar inni alveg allavega 2 flokkar. Það frjálslyndi hægriflokkurinn og íhaldssami hægriflokkurinn. Og ég veit ekkit hvernig þeir armar eða þau öfl skipta þessu komin alveg aftur til 1929 þegar þessi flokkar sameinist í sjálfstæðisflokki. En þetta bara ennþá, svona þetta, því að fólkið á bakvið fylgið þarna hefur ekkit breyst óalega mikið. Og það þetta, þú veist, ef Áslaug verður hún alltaf ung ennþá og yngst mögulega af þessu fólki sem við erum búin að nefna. Já. Við gleymdu reynda Guðlaugi Þór. Já, akkurat. Ekki alveg sungur, næstum því sungur. En líka spurning hvort að því að... En það getur vel verið að þetta, sko, íhaldssami armurinn eigi erfitt með að taka inn svona ungan kvenleiðtoga. Það ekkert frálegt, sko. Og það getur vel verið að það sé þröskuldur, en ég veit ekki, kannski bara fylgið að plokkast utan að þeim líka út af þessu endalösa íhaldi, ég veit ekkert það, sko. Já, og líka með Guðlaugi Þór, hann náttúrulega búinn að reyna, en tókst ekki, og hann það veikir hann í rauninni og það ekki víst að hann nái að sameina fólk undir einni reglíf og það svo ljóst bara á umræðin eins og hann hefur verið síðustu vikur að flokkurinn klofinn og hann ekkert endilega klofinn utan einhver málefni, maður bara sér engin málefni sem eitthvað svona að kalla á manna að þarna sé einhver alveg sama hvort þú lítur í borgarstjórnina eða hvert þau ná ekki saman og það getur verið bara aldurs eða kynjatengt eða eitthvað, það eitthvað á einhverjum allt öðrum forsendum málefni. Og líka sko, það var alltaf svo mikil ægi í sjálfstæðisflokknum. Já, bara, fóringja hollusta og ég nú stundu sagt sögði þegar ég byrjaði sem þingfréttamaður upp á 1990, þá voru 2 þingmenn sjálfstæðisflokksins sem voru 9 á þingi og svo voru rosa fjör í umræðum eitthvað slagsmál og svona en þeir fóru aldrei bónd og ég segi hvað taki ekki þátt í þessu þeir voru að segja mér eitthvað sko sem þeir átt að segja í ræðustólum en þá við megum það ekki við máttu það ekki af því að þá eru þeir að lengja umræðu sem að fóringi vildi ekki að vera í gangi og þess vegna getur ekki að kosta svona ansvari og einhverju fæting við
bara máttu það ekki. En ég veit ekki að það myndi ætti að segja það við einhvern í Sjálfstæðisflokknum núna að mátti ekki taka þeim máls, ég veit það ekki. Nei, það náttúrulega þetta, það eru líka bara nýjar kynslóðir að koma hér af örugglega fólki inn í flokkunum, ekkert síður bara kjósendum og það eru breytt viðhorf að koma. Það er búið að reyna ýmislegt núna á þessum vettvangi. Sjálfstæðismenn hafa verið mjög ófeimnir við að reyna alls konar svona brögð í pólitík sem þeir eru ekkert að finna upp á þess að þau heldur þetta bara kemur til okkur utan á heimi og það er verið að selja fólki bara ótta, bara gera fólk óttaslegið við breytingar sem í veröldinni og valda öllum þessum fólksflutningum og öllum þessum þjáningum og mögulega styrjöldum og öllum þessum djöfulgangi sem og það er búið að opna Bjarni Benediktsson hefur verið ófeimin og Guðrún Hafsteinsdóttir líka að halda því að fólki að þessar breytingar séu slæmar fyrir okkur. Það þurfi að herða vörslu og landamærum og hleypa ekki öllu þessu brúna fólki hér inn sem að kemur bara og vill dóla sér og eitthvað sko. Og það er bara ekki sjá að þessi hræðsluáróður sé að skila þeim fylgi. Nei. Og ég veit ekki hvað sko, það er eins og fylgi kannski bara að fara frá Sjálfstæðisflokknum yfir til Miðflokksins, rasistarnir einhvern veginn að hoppa á milli þannig. En það er ekkert nýtt að gerast þannig, sem betur fyrir vona ég sko. Svona eins og flóttamannabúðir við flugvöllin og eitthvað sem verið að boða einhverja breytingar. Akkurat. En þegar segir þetta sko að það var á tröppunum á Bessastöðum sem Bjarni byrjaði þetta með útlendingamálin, svona krafti sko. Að þá sér hann sko að Sigmundur Davíð er svona aðeins að hlaða upp sko, og tala mjög ákveðin í þessum málum og Bjarni bara heldur þarna að vera að ræðu og fjölmiðla bara svona spila það og þá einhvern veginn svona verður Sjálfstæðisflokkur svona harður í útlendingamálum af því að þeir töldu sko mikið leka greinlega yfir til Miðflokksins. Maður er verið að hugsa þetta, það er náttúrulega örglega eftir að tala efnahagsmál rétt og eftir og alltaf og þegar við erum að tala ótta og ég er búin að vera að hugsa þetta svona undanferðina því að þessi ríkisstjórn veit ekki alveg hvort hún á að koma eða fara eða vinna saman eða ekki og það var einhvern veginn máðust svona út línur, bara málefna línur og annað og fólk veit ekkert hvort á að kjósa vinstri eða hægri lengur og þetta er svona óvissa. Og ég var að velta þessu fyrir mér þegar oft er að tala með efnahagsmál sé það sem að sker úr hvað fólk vil bara, þú þarft fæði, klæði, húsnæði maður getur notað þessi, þú þarft að vita hvað þú átt og vera ekki hrættur þitt í raunni en það er núna í samfélaginu einhver ótti og það er þessi ótti sem að í raunni myndi ég segja ástæð fyrir því að þessari ríkisstjórn ekki að takast vel upp af því að innra með okkur og í þjóðinni núna er svona einhver ótti tilfinning sem að við vitum ekki alveg hvað við gera við með bara vopnaburð, ungmenna, með bara hvort við getum borgað lánin okkar, af hverju allt þetta fólk að koma inn til landsins og hvað á ég þá kannski að vinna og það verður svona, það er bara undirliggjandi og er að koma heimstyrjöld, hvernig getum við að stöðva þetta stríð í Ísrael eða Úkraínu, það bara er svona bara yfir okkur ótti og þetta er eiginlega eina sem að ríkisstjórn þarf að passa. Það er að það myndist ekki ótti í samfélaginu og það er náttúrulega auðveldast að gera það með því að tryggja fólki peninga í hönd. En núna er þessi bara grunn tilfinning, óttin er svona læsast hjá fólki og ef að þeim tekst ekki að ná tökum á því að þá á náttúrulega svona ríkisstjórn bara ekkert erindi. Og þá að ríkisstjórn saman tíma ger ekki nú mikið til að fólki fái traust á henni sem leiða okkur áfram. Er það ekki það? Jú, maður verður að hugsa líka hvað þarf til þess að minnka ótta. Ég held að það sé líka að vita allar reglur virki og svona, en núna er einhvern veginn í samfélaginu bara hægt að hringja nokkur símtöl og þá er hægt að breyta reglunum og þannig maður hugsa eru reglur? Ekki, sko, eru lög. Guðrún Hafsteinsdóttir bara játa það að hún hafi sem sagt brotið lög. Já, og það er svona ekki tiltökum mál, þannig að þegar maður fer að velta til þess að það í samfélagum þarf einhver grunngildi og við þurfum að fylgja þeim og við þurfum að hafa reglur og þær þurfum að virka. Og það er hérna hjá okkur núna kannski eitthvað lausung í gangi. Lausungi, þau eru náttúrulega fylgislaus, þetta er fylgislaus ríkisstjórn. Vinstri er náttúrulega fylgislaus ríkisstjórn. Vinstri grænir mælast bara fylgislaus alveg, er það ekki?
og Sjálfstæðisflokkurinn með hvað kom? 13,4 Já, akkurat. Þannig að það nú ekkit skrítið að þau séu feimin við að gera eitthvað að viti, sko. Það hlýtur alltaf orka tvímælis þarna, sko. Já, og Framsókn talsvert niður líka, sko. Já. Og meiri sagði ykkur hérna, sko, að það náttúrulega Samfylkingin, hann var til að reyna svolítið á hana, sko. Samfylkingin efst, síðan kemur Miðflokkurinn, Sjálfstæðisflokkurinn og skammt undan Viðreisn. Og þegar voru að segja þess að frétt, þá segir þeir að það væri sko ekki hægt að tala munin á milli Viðreisnar og Sjálfstæðisflokksins. Þannig að það er kannski stutt niður í 4. sæti, sko. Já, akkurat. En að því ég nefndi Samfylkinguna, sko, Kristur Þorsteinsdóttir hefur ekkert svo mikið verið í pólitík, ekki svo við heyrum. Nei, það er náttúrulega bara oft talað að þegar það gengur vel og svona þá er best að þegja bara og bíða. Segja sem minnst. Já, segja sem minnst og vera ekkert að rugga bátnum og þeim gengur bara vel í því. Enda með 25% fylgi að þá erum við að fara að sjá fullt af nýju fólki inn á þingi ef þetta yrði í raunin. En fólk í rauninni bara að segja ég vil breytingar. Ég ætla að kjósa Kristrúnu, en með henni mun svo koma kannski her af fólki sem eru aldrei verið á þingi eða maður veit ekkert hvað hefur fram að færa. Maður skynjar eitthvað óöryggi líka á Pírötunum, sko. Eitthvað fíla þar. Já, sem dálítið leiðilegt. Atli Þór Fanndal var að hætta bara og skellti hurðum bara. Já, og nú veit ég ekki, sko, ég hef alltaf svona dálítið hrifinn af að hafa Pírata inn á þessum vettvangi. Þetta er svona þetta er svona fólk sem er einhvern veginn minnst líklegt til þess að selja samfæringu sína einhvern veginn eða, þú veist, og það er einhvers virði í pólitík, sko. Nóg er nú af hinu, sko. Og helst myndi ég vilja sjá bara fyrir bara heilbrigð stjórnmál og heilbrigð umræðu að hafa Pírata bara sterka og vel jarðtengda, sko. Og hvort sem þeir eru í stjórnarandstöðu, sko. Og minnst leiðilegt að skynni þetta óöryggi hjá þeim hana. Þau eru með nokkra, sko, öfluga stjórnmálamenn. Já, ekki spurning. Já, ég held eiginlega að þetta sé svolítið eins og þú varst að tala hérna í byrjun þegar menn segja við megum bara ekki tjá okkur. Þetta er eitthvað svona við þurfum það þarf einhvern veginn að jafna þetta því að stjórnmálaflokkur geta heldur ekki verið fullir af sólóistum. Þú þarf stefnu og fólk þarf að fylgja henni og þannig að þú veist hvað stefnu þú ert að kjósa en ekki bara einstaklingin. Því að ef við ætlum að vera bara með sólóista þá sjáum við bara það sem gerist eins og hjá Sjálfstæðisflokknum í borginni núna að það bara, þau kjósa bara þvers og krusum borgarlínu og þá er þetta bara alltaf ákvörðun hvers og eins. Og þá eru flokkar óþarfir. Já, en það er sko í svona kannski spurningum að fórstan leyfi einhverjum að vera sko og líti út fyrir að vera svo óþekki eða óþekka. Já, þessi hlutverkaleikir. Já, en sko ríkisstjórnin hefur lítið fylgi og ekki síst vegna efnahagsmáluna. Því þau snerta fólk svo áþreifanlega núna. 2021 þá er bara lofað bara nánast að sé bara komið í lágvaxtaland og fólk fór þá og tók óverðtryggð lán og allt þetta svo reyndist það bara að vera algjör rangindi og núna er bara mörg heimili síðustu mánuði og verða næstu bara í ángis hvernig það ná endum saman og Þetta er alveg raunverulegt. Já, þetta er eitthvað sko bara það, þú veist alveg óttan afkomóta. Já, afkomóti bara er mikil grundvallar tilfinning sko og getur eyðilagt fólk alveg og heilu fjölskyldunar sko. Já, maður ímyndar sér að ekki að láta eins og ég sé mentuð í akkurat fjármálum þessu fæi, en þarna virðast bara hafa orðið mistök. Þetta eru nokkur ár aftur, gerist í COVID, vextinni fara niður og það er ennþá verið að vinda ofanar sem er þegar að trekja upp vexti á fólk og halda þeim svona háum. Og þetta eru bara, þetta virðast bara hafa verið mistök, hagstjórna mistök. Ég þekki manneskju sem að tók óverðtryggða vexti og er núna að fara yfir í verðtryggt þrátt fyrir að hafi viðbúð að því sko. Alltaf, bara aldrei færi verðtryggt.
en það bara engin kostur annars. Nei. Þetta bara, og það ekki, þetta það náttúrulega búið að rella svo mikið þetta og það hefur verið hérna stjórnmálaflokkar sem hafa talið um að reyna að leggja niður verðtryggingum með eitthvað svona handafli eða eitthvað. En það ekkert, þú gerir ekkert annað í því en að búa til samfélag sem að hefur einhvern stöðuleika. Ef þú gerir það, þá getum við tekið óverðtryggð lán að því við höfum einhvern svona lágmars fyrirsjáanleika hvað við ráðum við að borga og getum ekki staðið í þessari endalausu ævintýramennsku. Og svona þetta bara, ég veit ekki hvernig í húsgöpunum, það var auðvelt fyrir mig að sitja hérna og vera eitthvað ægilega vitur, en þannig að þegar menn tóku niður alla stýrivexti hérna í COVID 2021 eða hvernig sem það var og allt var bara vitlaust. Og það var auðvitað ekkert endilega til þess að var eitthvað auðvelt hjá fólki að smíða allir pall og eitthvað svona, en leigufélögin kom og keyptu allar íbúðir sem voru lausar, allt. Og leigja þar svo bara kostar 600.000 á mánuði að leigja íbúðið eitthvað hvað sem það nú sko. Og nú erum við bara að súpa seiðið af þessu rugli og svona þetta alltaf. Og ég bara af rælni gáði í morgunna þegar ég þarf að fara að fjármagna einhverjar pípulagnir heima hjá mér að láni hjá mér virðist hafa hækkað 5 milljónir á 3 árum verðtryggt lán sko og komið upp í þakið á veðmöguleikunum og eitthvað svona, þetta bara eitthvað vitleysa sko. Ég veit ekki af hverju maður á að þurfa að búa þetta og ég held sko innst inni langar mig eiginlega mest að flytja í eitthvað annað land sko og það ekkert nýtt sko hjá mér eða fullt af fólki held ég. Já, svo náttúrulega svolítið hættulegt að heyra stjórnmálamenn í dag tala að hitt og þetta eins og bara verðbólga sé bara í DNA hjá okkur, þetta bara í DNA. Þetta bara dónalegt fólk. Og svo segir Svandís á Facebook núna að einkabíllinn sé í DNA, þannig að allt í einu eru alls konar svona hlutir sem erfitt að gera breytingar á bara fast í DNA hjá okkur, bara í erfðamenginu. Erum við ekki svona stríða Sigurði Ingi eitthvað með þessu? En þetta verður svo ef eitthvað bara í erfðamenginu okkar, þá hægt að breyta því, erum við að byggja stökkbreytingu eða hvað það sem að þarf að gera? Verðum að hringja í Kára. Já, nákvæmlega. Þannig að þetta einhvern veginn, að það að maður þurfa, geti verslað í Gucci einn daginn og þurfa svo að fara í H&M hinn daginn, að því maður bara, krónan bara á flegi ferð, þetta bara í DNA. Þannig að við verðum bara sagt okkur við þetta. Alveg ótrúlegt. Og meðan nú eiga það hjá Viðreisn, að þó ég sé nú ekki alltaf á þeirra bylgjulengd í öllum málum að þau eru duglega að tala fyrir bættu efnahagsástandi. Já, en gengi þeirra að það sveiflast ekki til svo annara flokka uppi niður mikið. Það bara ótrúlega mjög stabíl. Já, og þannig að einhverja hluta vegna þá nær þessi boðskapu þeirra ekki í gegn, hvað sem veldur. Akkur vill fólkið sem að kjósa, akkur hefur það svona mikið áhuga á þessar efnahagsstjórn sem að fylgir íslenski krónu. Núna þetta bara svo augljóst. Já. Þetta svo augljóst og hvað lofað öðru. 2021. Akkurat. Já, mjög stutt síðan. Já, 2021, þá vorum við lágvaxtaland. Seðlabankastjóri vælandi í hádegisfréttunum áðan yfir því að bankarnir var að hækka vextina á skart. Já. Það bara eins og hann sé ekki vinna í banka. Já, en ekki viðskiptabanka. Ég finnst bankastjóri Kaupþing sagði þetta að þegar þeir hækkuðu voru fyrstir til að hækka. Og svo kemur Ásgeir Jónsson eins og hann nú elskar á þjóðinni og segir að þetta bara ekki rétt. Það bara verið ódýrar en oft áður að endur fjármagna. En þá greinilega ekki hjá þessum bönkum. Já, Seðlabanki lítur að sjá heildari myndina, ég ímyndað með það. Herðu, krakkar, þetta svona, eitt þarna sem voru nefna á hann. Þessi svona, ef það vantraust og fólk óvíst sig og það best inn í heimilinn og niður í börnin og svo bara allt innu, bara hnífabörður bara. Eitthvað að. Já, það getur verið að foreldrarnir sé farin að rífast út á túkallinum og allt þetta Hvernig ég var að leysa? Ég veit ekki, ég hef alveg skoðun á þessu, ég veit ekkert hvort að hún einhvers virði þetta er svo viðkvæmt þetta er svo viðkvæmt mér finnst að fara að flýta sér að draga einhverjar ályktanir núna af 1, 2 málum, 3, ég veit það ekki
ég held ekki að það sé gott fyrir neitt í þessum aðstæðum. Ég held að þegar að, og mér fannst það alveg galið þegar að einhver ráðherra var stokkin á hestbak þarna morgunin eftir einhvern harmleik og komin á stað með eitthvað þjóðarátak. Það er bara atkvæðaveðar. Það er bara, ég bara fordæmi það, sko. Og að því að þetta er bara raunveruleg tragedía, það sem átti sér stað þarna og hún er sönn, sko, og hræðileg. Og ég er ekkert viss, ég held almennt að krakkarnir okkar séu góðir, sko. Ég er ekki viss um að... Já, eru margir sem bera vopn á sér, sko. Já, það þarf bara að tala við þessi börn og vera með þeim og við þurfum að gera það, alveg svo við höfum alltaf gert. Já, ég er að segja, sko, ef fjölskyldan eru í svo miklum átökum bara til að lifa frá degi til dags, að þá fest hitt kannski fyrir. Já, ok. Þú veist. Já, ég skil hvað að fara. Ringir sími hérna. Ég skil hvað að fara með það. Áminningar, hvar ég á að vera hverju sinni. Ég held bara, ég er ekki hrifin af því að mér finnst bara að við eigum að vera með þessum krökkum okkar og hafa gott talsamband við þau og ég held ekki, ég get ekki séð að það sé réttlætanlegt að horfa á einhver atvik eins og þetta sé einhver alda eða eitthvað svona, sko. Það er svona, þú veitir þetta, eitthvað sem kallað var úlingadrykja, það náðist niður, ég var alltaf alveg blindfullur þegar ég var úlingur og eitthvað svona, sko. Svo það lagaðist það eitthvað og börnin okkar voru ekkert eins læm, sko. Svo það mælist það eitthvað aðeins upp núna. Það er ekkert, sko. Ég get ekki valið fyrir börnin mín hvað þau láta upp í sig. Ég get reynt að vera með þeim. Já, en líka getur kannski talað við börnin þannig að þau séu óvopnuð. Helst líka þannig, já, algjörlega, sko. Já, þetta er alveg flókið mál og við þurfum að skoða hvað það er og hvort að þetta er einmitt svona partur af þessum ótta sem vorum að tala um. Börn eru það óttaslegin að þau teljast því þurfa vopn og annað og við þurfum að skoða hvaðan þetta kemur. En það er með þetta eins og annað í samfélaginu að við höfum allir einhverja skoðanir á þessu en enginn hefur beint þekkinguna og það er einhvern veginn verið að setja mál í nefnd og svo kemur bara í ljós þess að nefndir fór aldrei að staða því að voru svo margar aðra nefndir og það einhvern veginn og þetta kristallast í því að við náum svo illa utan hluti. Einhvern veginn bara virðist vera bæði í stjórnsýslinu og annað að það virðist oft að það tekst ekki alveg að ná utan hluti en það samt finnst nú svona augljóst núna að fólk vill svo gjarnan ná utan þetta og ná utan það að börni geti... Hvað vildum við að við væri nú bara hérna á ríkisstjórnarfundi eftir svona mál? Já. Okkur bæri skylda til að segja frá þessu. Já. Er það ekki? Jú. Og sem getur þá orðið til þess að öflug frétt að hún sko eigur kraftin í málinu og ekki er þetta þegi yfir þessu. Nei, alls ekki. Nei. Þetta gerðist, við þurfum að segja hvað gerðist. Já. Og líka verður líka huga að því sem að sko þó að skrifi engi þannig frétt þetta núna, en þá verður samt að huga að því að þetta er eitthvað breyting sem við viljum ekki. Já. Ég hef nú sagt að hérna áður að í minni æsku, það er nú svo langt síðan, að þá fengu strákar bara dálka í fermingagjöf og þetta var bara sett í beltið, sko. En það var ekki til að drepa neitt, það var bara til að tálka og svona, sko. Og skátar, sko, og svona, sko. Við verðum að segja frá þessu, það er ekkit, sko, þegar ráðherrann er komin hann með eitthvað þjóðarátak, sko, á mótninum, það er ekki, sko, fjölmiðlinn verður bara að segja frá því og við verðum svo bara að sitja og meta það hversu, ærlegt það er að gera þetta eða ekki, sko. Ég er svo sem aldrei verið mikill aðdáandi Davíðs Oddssonar, en eftir snjóflóð fyrir vestan, þá var hann forsætisráðherra. Vigdís var alveg frábær, sko. Faðmaði fólkið og hugreisti mjög mikið. Svo Davíð eitthvað að byggja upp og svona. Hann svaraði þessu öllu svo mikil skynsemi. Hann var ekkert að lofa einhverju sem hann kannski vissi að þið gæti ekki staðið við, en hann talaði mjög jákvætt til fólksins og þessar hörmungar sem hefur dunnið yfir. En svo með uppbyggingun það svona, sko, náði hann að svara því þannig að hann skulda ekki neinu neitt eftir það. Þannig að þá gáttu þau tekið þessar ákvarðanir, sko, á lengri tíma í betra tómi heldur en á kafi í snjóskafli, sko, það sem hörmungarnar höfðu orðið. Já. Alveg rétt, sko. Alls, ég meina þetta er aldrei besti tíminn að taka einhver afdrifaríkar ákvarðanir þegar allt er í villu. Í áfallinu sjálfu? Nei, áfallinu, bara aldrei. Bara alltaf að bíða aðeins. Bara sofa einu nótt eða fleiri, sko. Já.
Þetta gildir bara persónulega samskipti með þessu annað fólk og allt mögulegt. Sko. Ég er eiginlega sammála þessu að maður má ekki fara úr hratt á stað en það gríðarlega oft í íslensku samfélagi sem að þá bara ekki farið af stað og ég held svona þegar maður svona búin að vera í blaðamennsku í 20 ár og horfi á blaðamennskunni svo að þá hverfum maður einmitt kannski af því að þegar maður er búin að skrifa frétt og svo skrifa maður aftur eftir 2 ár og svo 2 ár og þetta alltaf sama bara, það? Og svo fer máli aftur hringinn og það gerist ekki neitt og við sjáum þetta í svo mörgu hvort sem það núna þessi mannsalsmál eins og maður sá í Kveik og þá vitnaði þáttur sem var fyrir 6 árum alveg eins og alveg sem málin þegar kveiknar í iðnaðar húsnæði sem býr fólk og bussi förum aftur í það þannig að við förum aftur og aftur og kemur ljós að það hefur gríðarlega lítið breyst en það líka hlutverk fjölmiðla sko. Já, að benda á. Sko svona fréttum við, sko, halda þeim gangandi. Af því þetta eitthvað sem enginn vill í rauninni í samfélaginu. Sko. Það kannski að góða þá við fjölmiðlastéttina því að það nú oft þannig að maður gagnrýnir einmitt hraða endurnýjun og svona að þegar að þetta kemur upp aftur og fólk verður, blaðamennir alltaf jafn spenntir að segja frá þessum stóru fréttum. Eða væri alltaf sami einstaklingurinn að þá brennur hann hratt út sko á þessu vegna þess að breytingarna verða oft svo litlar. Við þessar stóru fréttir. En þetta samt finnst mér svona að við megum ekki sofna á verðinu. Við segjum ykkur að frétt sko sem stór og þá ekki bara að snúma okkur í alfarið að næstu. Við verðum að fylgja alltaf eftir. Ömmett. Það alveg rétt. Herðu, en þetta var dásalegt spjall gamalla vinnufélaga. Já, gaman að vera hér. Guðmundur Árna og Sindri Ari. Þakka ykkur mikið vel fyrir komuna. Takk hérlega. Og ég held að sé Björn Þorláksson sem að sest hérna inn á eftir mér. Gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu.